Í dæmi 12.21 ætlum við að leysa tvær annarstigsjöfnur. Við höfum í fyrsta lagi jöfnuna í a-lið sem er x í öðru pluss 5x mínus 14 jafnt og 0. Ég ætla að leysa þessa jöfnu á tvo vegu, fyrst með þáttun. Og það gerum við þá með því að reyna að þátta þessa vinstri hliðina í tvo sviga. Við sjáum að það hlýtur að vera fyrirtalan í sviganum, hlýtur að vera x, og að því að hér er mínus 14 og við vitum að 2 á 7 eru 14 og við vitum líka að 7 mínus 2 eru 5, að þá fáum við í svigana tölurnar 2 og 7, 2 og 7 eru 14 og 7 minus 2 eru 5, þannig að við fáum þá hérna að 7 er plústala og 2 er mínustala. Mínus 2 sinnum 7 eru mínus 14 og mínus 2 pluss 7 eru 5, þannig að við höfum þá hér þáttað vinstri hliðina. Nú, þegar við erum búin að þátta vinstri hliðina í tvo sviga sem að margfaldaða saman eiga að gefa 0, þá hlýtur lausn þessarar annarstigsjöfnu að vera tölurnar sem að gera svigana 0 og þær eru annars vegar x jafnt og 2 og hinn talan er þá x jafnt og mínus 7. X jafnt og 2 og x jafnt og mínus 7 er þá lausn þessar annarstigsjöfnu. Og ef okkur hugnast ekki að reyna þátta eða treystum okkur ekki til þess, þá getum við alltaf notað annarstigsformúluna. Ég ætla að taka hérna aðferð númer 2, þar sem við notum lausnajöfnu fyrir lausnaformúlu fyrir annarstigsjöfnu. Við vitum að fyrir annarstigsjöfnuna sem er á forminu ax í öðru pluss bx pluss c jafnt og 0, að þá er lausn jöfnunar x jafnt og mínus b pluss eða mínus rótin af b í öðru mínus 4ac deilt með 2a. Og í dæminu okkar þá sjáum við að í jöfnunni x í öðru pluss 5x mínus 14 þá sjáum við að a er jafnt og b er jafnt og 5 og c er jafnt og mínus 14. Setjum þetta nú inn í jöfnuna, fáum að x er jafnt og mínus b, það er þá mínus 5 pluss mínus rótin af b í öðru sem er þá 5 í öðru mínus 4 sinnum a sem er 1 og c sem er mínus 14. Og í allt þetta deilum við síðan með 2a og a er 1, þannig að við deilum það hérna með 2 sem 1. Nú, við skulum halda áfram og reikna þessu. Mínus 5 pluss mínus, við tökum saman hér allt sem er undir rótinni, fáum hérna 25 og svo fáum við hérna mínus 4 sinnum 1 sem er mínus 14, það eru 2 mínusar margfaldaðar saman, þá fáum við pluss 4 sinnum 14 eru 56 deilt með 2. Þetta er þá jafnt og mínus 5 pluss eða mínus rótin af 81. Rótin af 81 deilt með 2 eða 5 pluss mínus 9 deilt með 2 og það er 5 pluss 9, það eru 14 deilt með 2. Fyrir ekki, það var mínus 5. Mínus 5 pluss 9, það eru 4 deilt með 2. Og mínus 5 mínus 9, það eru mínus 14 deilt með 2. 4 deilt með 2 er náttúrulega 2 og mínus 14 deilt með 2 er
mínus 7. Þannig að hér höfum við lausnirnar x jafnt og mínus 2 og x jafnt og mínus 7 og við sjáum að það eru sömu lausnirnar sem við fengum hérna með því að leysa með þáttun. Lítum nú á dæmi B. Þar höfum við jöfnuna 5x mínus 3x í öðru jafnt og 8. Við sjáum nú strax að þessi jöfn er ekki á þessu hefðbundna almenna formi sem við notum ax í öðru pluss bx pluss c eftir 0 eins og við notum þegar við vorum að leysa með formúlunni. Þannig að við skulum bara byrja á því að raða þessari jöfnu upp þannig að hún lendi á almenna formúluna. Við erum þá með mínus 3x í öðru pluss 5x og svo kemur fasta liðurinn, það er 8 hérna í hægri hlið, færist yfir í vinstri hlið og verður mínus 8 og þá er náttúrulega eftir 0 í hægri hlið og við höfum jöfnuna mínus 3x í öðru pluss 5x mínus 8. Nú ég treysti mér ekki til þess að þátta þetta 1 og 3, þannig að ég ætla nú bara að nota formúluna. Við sjáum að hér er jafnt og mínus 3, b er jafnt og 5 og c er jafnt og mínus 8. Okay. Stingum þessu nú inn í formúluna og þá fáum við að x er jafnt og mínus b, það er mínus 5 pluss eða mínus b í öðru, það verður þá 5 í öðru, mínus 4 sinnum a sem er mínus 3, sinnum c sem er mínus 8 og deilt með tvisvar sinnum mínus 3 sem var a-ið. Nú ef við leysum nú út úr þessu hér, þá fáum við að mínus 5 pluss eða mínus rótin af 5 í öðru 25 og svo fáum við hérna 3 mínustölur margfaldaðar saman, þannig að næst eru þá mínus 96 deilt með mínus 6. Nú þurfum við ekki að fara lengra vegna þess að við sjáum að næst, ef við heldum áfram að reikna út úr þessu og við gerum það bara, fáum við hérna mínus 5 pluss eða mínus rótin af 25 mínus 96. Mínustalan er stærri þetta en plústalan, þannig að við fáum örugglega mínustölu undir rótinni og það er reyndar 71 deilt með 6, mínus 6 og við sjáum að þetta hérna gefur enga lausn vegna þess að við getum ekki tekið rót af mínustölu. Þess vegna segjum við einfaldlega að þessi hérna hefur enga rauntölulausn, engin rauntölulausn. Og þá höfum við lokið þessum dæmum.